Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, herðu, nú ætlum við að slá á þráðinn til Palestínu. Qusay O'Day, íslenskur palestínumaður, er staddur í Jerúsalem. Komdu blessaður. Takk. Herðu, það hrikalega fréttir frá Gaza. Má ég spyrja þér svona, hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta hrikalegt á Gaza. Ég hef náttúrulega ekkert nýtt á Gaza. Það búið að vera í 2 ár bráðum, svona 1,5 ár. Og ég hef ekki komið til Palestínu síðan stríðið byrjaði. Þjóðarmorðið byrjaði. Og ég er í Jerúsalem, ég er ekki á Gaza, en ástandið miklu hræðilegara heldur en ég bjóst við og ég fritti. Þetta er eiginlega bara mjög skeri ástand hér. Já. En ég man að við rættum saman í janúar að þá var vopnahlé og ég man að þú varst mjög bjartsýnn þá og kom mér á óvart og ég spurði þig aftur og aftur af hverju værirðu svona bjartsýnn. Þannig að þú hlýtur að vera svolítið dapur þegar að sú von slöknaði og raunverulega hryllingurinn heldur áfram og hann verður eiginlega bara verri. Já, ég var dapur þá líka. Já. Og ég var bjartsýnn og ég er ennþá bjartsýnn og meðan við erum ennþá lífandi og það til eitthvað sem heitir Palestína eða Palestínumenn og baráttu menn, þá er ennþá von og það er ekkert nema von sem við eigum og bjartsýni og von er búin að vera eina vopni okkar í 77 ár. Þannig ég er ennþá bjartsýn og ennþá dapur. En nú eru fréttir af því að það er búið að kalla út aukalið hersins til þess að raunverulega ryðja Gaza norðan frá og hrekja fólki í suðréttir. Það virðist vera að stefnan vera sú að fólk fari bara á flótta og enginn veit almennilega hvert. Hvað heldur að muni gerast á svona næstu vikum og mánuðum? Heldur að þetta sé raunin að Ísraelsher muni mæta með skriðdreka og stóran herafla einfaldlega til þess að hrekja Palestínumenn suður eftir Gaza? Þetta náttúrulega búið að vera þannig í 1,5 ár og heldur áfram. Þetta þýðir mjög mikið og þetta hræðilega fréttir og svona, en nú spyr ég bara, hægt að gera meira heldur en það sem búið að vera að gerast? Þetta bara heldur áfram. Það er ekkert nýtt. Þeir eru búin að vera með skrýtrökum, að reyna að komast inn eins mikið þau geta. Ég skil ekki svona pólitíki. Þetta er náttúrulega yfirlýsing meira heldur en eitthvað allt annað. Ég meina, þeir voru ekkert að bíða með þetta af því þeir voru svo góð og reyna að tefja þessu. Þeir eru búin að vera að reyna þetta í 1,5 ár allavega og það í rauninni ekkert nýtt sem er að gerast og er að fara að gerast. Ég meina, það þjóðarmorð búin að vera þjóðarmorð í 1,5 ár og það var ekkert búið að vera öðruvísi en núna og ekki neitt öðruvísi heldur en það sem er þeir koma með núna. Já. En það er ennþá sláandi sem er mesta sláandi hvað alheimurinn þegir yfir þessu og gerir ekki neitt. Nei. Þannig ástandið þannig að það er svo vont að þó að segja versna þá sér við alla á því að það var svo vont fyrir þó svo að Íslandsmenn bóði einhverjar aðgerðir þá er eiginlega bitamunur ekki fjár eins og við getum sagt. Einmitt. En Þorgerður Katrín utanríkisráðherra að hún íslensk ríkisstjórn sendi frá sér yfirlýsingu ásamt nokkrum löndum, 6 Evrópulöndum, þar sem að þessar aðgerðir voru svona fordæmdar og
og Ísraelsmenn hvattir til þess að hætta þessu. Finnst þér þetta hafa gildi? Sko, þetta er skref, en þetta er bara minnan hænu skref, þú veist, það er ekki Ísraelsmenn hvattir, þú veist, ég meina, hvað skona hvatning þarf Ísraelsmenn? Þú veist, það er ekki hvatning sem þarf að, þú veist, er ekki búið að fatta eða er ekki búið að skilja það hvernig þau hugsa, hvernig þau gera, þú veist, það þarf ekki hvatning, þú veist, það er allt og seint að hvetja þá til eitthvað, þú veist, það þarf refsi aðgerð, Ísrael þarf að finna fyrir því, þú veist, þeir hætta ekkert öðruvísi. Þannig að þetta er einskis að reyna svona milda hjarta Netanyahu, að það er ekki hægt að höfða til samvisku hans eða eitthvað slíkt, að það er eina sem að dugar er bara harðar aðgerðir á móti. Það er eina sem gæti gert, þú veist, það er náttúrulega erfitt að segja að Ísland geti gert eitthvað mikið, en þú veist, það er eina sem við getum gert ekki bara fyrir Palestínumenn eða Gazabúar, heldur fyrir okkur samvisku, fyrir Íslandinga, þú veist, hvar erum við stödd og hvar viljum við standa? Það er ekki, og það er ekki bara Netanyahu, þú veist, hann er ekki eini, þú veist, ég sé það út í götu hér, þetta er Ísraela, þetta er ekki Netanyahu, þetta er ekki ríkisstjórnin, þetta er viðbjóður, þú veist, allstar, þú veist, kúin sem fólk býr í, þau geta ekki anda, það er erfitt að anda í þetta ástand. Þú ert að koma í fyrsta skipti eftir þjóðarmorðið hófst í Gaza, þú ert í Jerúsalem. Er ástandið núna öðruvísi þar heldur en síðast þú varst þarna og kannski á Vesturbakkanum? Er það öðruvísi núna heldur en fyrir síðast þegar þú komst? Já, ég held að veri alltaf, þú veist, bara eins, eða svona myndi vera bara eins nema kannski aðeins verra. En þetta hefur ekki verið svona áður, þú veist, við hefum verið, þú veist, í gegnum alls konar stríð og árásum og intifada og allt saman. Þetta er allt öðruvísi, það er ekki hægt að líka þessu saman. Þetta er, þú veist, það er bara einn lítil auli í Ísraeli getur bara að stjórna heila þjóð og það getur enginn sagt neitt. Hvað áttu við að venjulegur Ísraelsmaður getur verið beitt Palestínumenn svona ofbeldið að kúgun bara á götumúndi? Er þetta að vísa til þess? Já, ég er að vísa til þess. Það er bara alveg saman hvort það sé í umferðinni eða út í götu eða einhvern stofnun eða alveg saman hvert þú ferð. Það er bara horft á þetta sem þú veist, hort á okkur sem ég veit ekki, það er ekki einu sinni hægt að líka okkur við dýr hérna, þú veist, þetta er ótrúlegt hvernig ástandi það er svo þungt loft hérna, það er svo mikill móði og ský bara á alla. Ég trúi ekki öðru heldur en, þú veist, það fer að springja ennþá meira. Þú veist, það geti ekki endist svona lengi, þú veist, að fólk geti þola bara takmarkað. Þannig að það er búið að opna raunverulega fyrir, það er eiginlega enga bremsur á því hvað svona venjulegur Ísraelsbúi, hvernig hann getur hegða sér gagnvart Palestínumönnum, hvernig hann getur útlistað hatur sitt og andúð, að það er eins og hafi verið opnuð einhverja gáttir umfram það sem áður var. Það bara virðist vera ótakmarkað. Það er bara alveg sama hvað þau gera það sem sýnast, þau sýna rétt andliti og rétt andliti hernámsins. Það er eins og ég segi, þú veist, bara venjulegur Ísraeli getur bara kúa og stjórna og lamið og drepi jafnvel marga Palestínumenn án þess að blikka augun og það er enga afleiðingar. Stundum er rætt það sem helst gæti stoppað þetta væri það að ísraelska þjóðin eða meirihluti hennar myndi rísa upp og hafna stjórnarstefnunni. Þú heyrist það að þú hefur ekki mikla
trú á því að slíkt geti gerst? Ég hef aldrei trúið þess, þú veist, það ekki til neitt sem heitir góður hernám og vondur hernám, þú veist, þetta hernám og að veit þetta allir, þau veita, þau eru hernám, þú veist, ég meina, þú getur ekkert verið, þú veist, góður hernám. Það ekki, þetta byggt á húun aðra. Og það var aldrei neitt í boði í svoleiðis, en maður sá það ekki jafn mikið áður, þú veist, það var einhvern veginn öðruvísi. En núna þetta bara alveg mjög skýrt, þú veist, við eigum ekki rétt á að lífa og þau eiga þetta og það ekkert annað á milli. En það ekki líklegt að einhverjir palestínumenn rísu upp og bregðist með ofbeldi á móti? Það ekki saga? Þú veist, þetta að einu, þú veist, ég sagði rétt á hana, þú veist, þetta enda bara með springingu, þú veist, og þá var ég að minna að, þú veist, fólk fær nóg, þú veist, það einn og einn að fá nóg og fara og þú veist, fólk getur ekki farið út á mótmæla, fólk getur ekki posta á Facebook, fólk getur ekki, þú veist, getur ekkert gert, getur ekkert sagt, getur ekkert rætt þetta við fólk og aðra. Þú veist, það svo mikið húun að fólk varla að tala þjóðarmorð. Það svo hrætt og það endur ekki með góðu. Hvað gerist, segjum að palestínumaður posta á Facebook andmælum við þjóðarmorðinu? Hvað kemur fyrir þann mann? Það minnsta bara, hann horfinn bara inn í fangelsi í marga mánuði án dóma. Án þess að segja honum fyrir hvað og við veitum öll hvernig ástandi í fangelsi. Það engin matur, það bara sjúkdóm og það barsmiðar og það nánast daglega fólk að deyja í fangelsi. En ef að þú værir stattur bara úti í bakari og það var Ísraelsmaður að veitast að palestínufólki og þú myndir reyna að stoppa það, þú þá handtekinn? Nei, ég það bara skotinn. Skotin. Það bara svona einfalt, þú veist, það bara, þú veist, þú getur ekkert sagt, þú veist, ég meina, í dag, þú veist, fólk ekki mótmæla einu sinni, umferðarsekt, geta ekki rætt neitt við lögreglumenn eða neitt annað, þú veist, bara stoppar og sektar eða kúar eða niðurleging og bara segir ekki neitt. Ef þú vogar bara að segja eitt orð, þá ertu bara skotið til bana. Það bara búið að gefa færi á okkur og það bara, svona ástandið hér. Og það ekki bara herinn eða lögreglan sem geti skotið, heldur geti það bara verið venjulegur borgari? Já, fyrir utan það ekki til neitt sem heitir venjulegur borgari. Þú veist, það herskylda þarna í Ísrael og fara allir í herinn. Og allir í herinn, þannig að 17 ára og eldri eru bara í rauninni her. Þú veist, það að vera að kalla varnarlið, þú veist, það bara að kalla á þessi venjulega borgari. Þannig að ekkert, við getum ekki kalla á bara venjulegur borgari. Þau horfa á sig bara sem herminn allan tíma. Það hefur alltaf verið. Þið eru að kalla eftir stuðningi frá, þetta stundum við kallað alþjóðasamfélagi, ég veit ekki hvað það stundum það bara eins og þessi Bandaríkin og vinir þeirra, en þið eru líka að kalla eftir stuðningi annarra arabaþjóða. Hvað, það að skila sér einhverju eða upplifið þið að þið séu eiginlega skilin eftir ein í þessari stöðu? Ertu að meina palestínumenn eða? Já, palestínumenn. Já, við erum skilin alveg einn. Það eina okkar von eða eina, völd eða eitthvað sem að gera fyrir okkur í rauninni Hamas og svo Hútar í Jemen í dag. Allt hitt þýðir ekki neitt. Og það gerir ekki neitt og það hefur sannað það og ég veit ekki hvað alþjóðaheiminni að bíða eftir. Það búið að segja það og sanna. Það ekkert að stoppa þið. Má ég spyrja þig, hvað langt síðan þú mistir svona trúna á það að alþjóðasamfélagið að aðra þjóðir myndu koma og rísa upp? Eða ertu kannski ennþá með vonum að það muni gerast?
ég trúi á fólki. Ég trúi á fólki út allan heim og ég hef aldrei mist voni á þeim. Og það bara, það þarf greinilega meira af því. Það ekki nóg. Stjórnvöldin út allan heim ekkert að fara og eftir ósk fólkið. Það ég hef fulla trú á fólki út allan heim og það sést alveg. En ég veit ekki hvað tekur til þess að ríkisstjórnin hér og þar myndi bregðast við. Ég misti ég hafði aldrei trú á þeim, en ég misti á restin af því sem ég hafði trú á bara strax í október 23, sérstaklega Íslands. En Náttúrulega þá hvernig viðbrögðin voru í stjórnvöldum og sumuleyti á fjölmiðlum við árás Hamas á Ísrael. Mistur þá trúna á því að Íslendingar gætu tekið svona rétta afstöðu til þess að meti hvað þarna var á ferðinni? Ekki Íslendingar, ég að tala ríkisstjórn. Já. Ég veit hvað þú minnar, en ég vil áreita á það. Ég hef aldrei mist vona á fólki. Það það sést og það eina okkar von. Og það þarf greinilega, mörg ríkisstjórn að falla til þess að fá eitthvað almennilegt ríkisstjórn til að geta stutt mannréttindi. Nú mátti heyra það bæði á Kristrúnu og Þorgerði Katrínu að Ísland væri lítið og gæti ekki áorkað miklu, að það væri til einskis ef Íslendingar færu einir í einhverja þvingunar aðgerðir og annað slíkt. Hvernig metur þá afstöðu að eina leið Íslendingarna væru það að reyna að fá fleiri þjóðir í eitthvað svona bandalag, kannski gera eitthvað svona kompromi á leiðinni það hvernig yfirlýsingin og hún enda kannski með því að það bara verið að höfða til betri manns Ísraelsstjórnar. Hvað segir svona að Íslandi sé of lítið til þess að geta haft raunverulega áhrif á stöðumála? Við veitum öll að Ísland það ekkert sem heitir of lítið. Við veitum öll að Ísland lítil og ekkert að fara stjórna Ísrael að stoppa þjóðarmorðið eða neitt slíkt, en það hefur áhrif og Ísland ekkert lítil bara í dag. Ísland búin að vera lítil alltaf og við höfum verið oft fyrstir sem Ísland að standa fyrir mannréttindi og við vorum ekki lítil þá. Við höfum alltaf sagt bara við erum lítil þjóð og við höfum samt mikill áhrif. Það gildir ennþá. Við ætlum að horfa að við erum svo lítil, þá ætti enginn að gera neitt. Það bara einn og einn ekki, það getur ekki gert. Ég meina mótmælendur og stuðningsfólk á Íslandi örugglega minnsta mótmælendur í heimi. Að það heyrist mjög hátt og skýrt og heyrist alla leið hingað. Og það hefur víst áhrif. Þessi afsökun að Ísland lítil, það bara, það bara til að fela sig bak við það. Það ekki rétt og Ísland ekkert lítil í fyrsta skipti núna. Ísland hefur alltaf verið lítil og þetta ekki fyrsta skipti að Ísland hefur ekkert stórkostlegar áhrif á eitthvað. En við höfum öll að gera allt sem við getum til að stoppa það og ekki bara fyrir Palestínumenn eða Gazabúar eða fyrir hina. Þetta bara líka fyrir okkur sem Íslendingar. Hvernig við ætlum að horfa á okkur seinna eða núna. Hvar ætlum við? Þessi óboðleg stað að standa hjá þegar Ísrael að svelta fólk á Gaza, börn og myrða það, að þessi óboðleg stað að standa aðgerðalaus hjá. Það ekkert boðlegt. Við getum ekki réttlætt að það seinna meir fyrir börnin okkar eða barnabörnin okkar bara við vorum svo lítil, við gátum ekkert gert.
við gátum ekkert slítið sambandi við morðingja. Þetta fyrir okkur fyrst og fremst. Þetta fyrir börnin okkar, hvar við ætlum að vera í, þú veist, með mannréttindi og réttlæti eða ekki. Og þarna verið að beita hungri og öðrum slíkum aðgerðum sem að hafa hingað til verið talin vera óverjandi og að öllum bæri skylda til þess að stíga fram ef einhver reyndi það. Já, þetta er ekkit, þú veist, þetta er ekkit annað heldur útrýmingarbúðir og þú veist, það er ennþá að vera að segja bara já, þú veist, Hamas og 7. október og eitthvað það, þú veist, Hamas og 7. október, það er ekkert annað heldur en afleiðing hernámsins. Það er ekkert sem réttlætir það sem er að gerast núna og þvert á móti, þú veist, þetta 7. október er mjög réttlætanlegt með að við það hvernig hernámið er. Já, og það má búast við öðrum svona viðbrögðum með palestínumanna gegn því ofbeldi sem hefur ríkt síðan þá. Það er ekkert annað í boði, þú veist, það er eina sem Palestína getur gert að berjast gegn hernámið. Og þú veist, það meikir ekkert annan sens. Hvaða þjóð sem myndi berjast gegn hernámið. Og líta á það sem skyldu sína. Þetta er skyldu sína. Skylda okkur á alla að berjast bara með hvaða hætti sem Þú veist, það má ekki láta svona líða. Hvar endar þetta? Herðu Kursæ, takk fyrir að taka síman hérna í Jerúsalem að leyfa okkur að slá á þráðinn frá Rauðaborðinu. Ertu á leiðinni til Íslands? Ekki alveg strax og það er partur af því að vera undir hernámi. Ég í svona óvissu ástand og að bíða eftir, alls konar. Okay. Herðu, gangið vel og þínu fólki og við heyrum síðar. Takk fyrir. Já, takk. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem er stundum óskiljanlegur, en við reynum, næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is